Þegar við erum að hanna vefþjónustur margt sem við þurfum að hafa í huga og sú hönnun töluvert ólík því þegar við erum að hanna vefi með útliti. Þegar þarna erum við ekki með neitt til þess að sjónrænt gefa til kynna eitthvað sé að, heldur verðum við að láta allt koma fram í gögnunum sem við erum að vinna með. Og það getur líka verið öðruvísi að því leyti að við erum með aðra forritara sem eru að neyta vefþjónustan okkar og þeirra forrit þurfa að geta þá túlkað þær upplýsingar sem við gefum frá okkur og hugsanlega gætu þær þjónustur kallað vitlaust í þjónustun okkar og þá þurfum við að hugsa fyrir því hvernig birtum við upplýsingar og birtum við skilaboð ef eitthvað fyrir úrskeiðis. Þannig þurfum við að hugsa hvað gerist ef hlutirnir ganga ekki fullkomlega upp. Og það mun minna rými til þess að túlka eitthvað eins og þegar við sjáum villu á vef. Og við getum sparað öðrum ótrúlega mikinn tíma með því að vanda okkur þegar við erum að búa til og hanna vefþjónustur. Og það þarf að hugsa vel samræmi og þá ekki bara samræmi í rest viðmótun okkar eða bara samræmi á heitum, til þess mjög mikilvægt að velja eina leið til þess að túlka heiti á einhverjum gildum og nota það, ekki vera með margar leiðir í gegnum forritið okkar og vefþjónustunum okkar. Samræmi á urlum, velja eina leið, halda sig við hana og samræmi á villuskilaboðum. Þannig að ef ég kalla einu sinni í vefþjónustuna og ég fæ villuskilaboð einhverju ákveðnu formi, þá ætti ég að fá villuskilaboðin á sama formi ef ég kalla á annan endapunkt í vefþjónustunni. Og við þurfum að hugsa heildstætt hvað gerist í hverju tilfelli, hvað beðið eitthvað sem ekki til, hvað villa kemur upp og svo framvegis. Og oft þegar við erum að vinna vefþjónustur getur verið gott að aðskilja virkninu okkar frá vefþjónustulaginu. Þannig að vefþjónustokkan kemur sem svona þunnt lag ofan á virknina. Þannig að við erum í raun með virkni sem hugsanlega geti birt sem vefur eða birt sem vefþjónusta eða birt sem command line tól, hver veit. En að aðskilja þetta tvennt. Og eftir að við höfum búið til og útbúið okkar vefþjónustu, þá mikilvægt að prófa hana. Gera köll í alla endapunkta með mismunandi gögnum, prófa hvað gerist ef ég kalli þetta með vitlausum gögnum, með réttum gögnum, kalli þetta ítreka með sömu réttu gögnunum, hvað gerist. Og sérstaklega þá svona ekki þetta happy path, hvað gerist ef að villurnar getur komið upp. Og hvað með öryggismál, erum við að validata og hreinsa gögn á öllum tímapunkti sem við erum að taka við þeim. Og þannig getum við nýtt okkur í raun bara svona testing framework, eins og við séum með Jest, að nota einhver svoleiðis tól til að búa til integration test sem gera þá próf sem horfir á vefþjónustulagið sjálft og gerir prófanir frá því í gegnum vefþjónustulagið og þannig í gegnum validation, logík og alla leið hugsanlega inn í gagnagrunnin og prófar þá alla leið í gegn.